Núna mánaðamótin opnaði ný reiðskóli. Við fórum upp í Víðidal og könnuðum málið. En þetta, hvernig setjið þið upp námskeiðið? Hvernig byrja dagur? Dagurinn byrja þannig að krakkarnir koma hérna á morgnana eða hópurinn sem þetta hátti 1, sækja sín hest í stíuna og þegar þau búin að læra undirstöðuatriði, hvað þau að gera, hvernig beisla og þekkja alla hluti líka með hestsins. Þá fara þau bara fram með hann, kempa, leggja á og förum hérna út í gerði og æfum jafnvægisæfingar og svo bara þetta allt orðið klárt, þá bara förum við í reiðtúr. En þú? Ert þú hestasveinninn? Já, það er kúskurinn. Þú er kúskurinn? Já. Verður þú að hjálpa til að allt gangi upp? Verður í góðu lagi? Það ekki. Verður þú á grillinu? Það getur verið. Þið ætlaðu að vera með fleira en bara ríða út? Já, svo bara í enda námskeiðs verðum við með svona uppákomu fyrir krakkana, grillum og höfum svolítið gaman að þessu. Svo fyrir við jafnvel út í að vera með keppnisnámskeið fyrir Íslandsmót. Já, þannig að fólk getur lært að, krakkarnir geta lært að bara mæta til leiks. Já, alveg glerharðir. Eftir augnablik, hotráð vikunnar, hestur vikunnar og sumargleði, fjallasport og Ingvar Helgason. Velkomin aftur. Handað við hornið er hestur vikunnar, töltkeppni fjallasport, en fyrst hotráð vikunnar. Tökum sem dæmi með hest sem er með mikinn hjartarháls og of reistur, að þá festum við svokallan rennitaum hérna í þennan hring hérna sem er á miðri gjörðinni og síðan kemur hann hérna í gegnum mélinn, þessi rennitaumur, og síðan nokkurn veginn svona lárétt í munn hestsins, báðum meginn frá, og þá getur maður stillt alveg höfuðburðinni sem maður vill. Og ef að hesturinn fer að fara aðeins niður fyrir með höfuðið niður fyrir lóð höfuðburð, þá er svo kallaður upptökutaumur og það er þessi hér. Hann er festur í lykki sem kemur hérna upp á. Og síðan kemur hann í gegnum þetta auga hér, og niður í mélinn, sem gerir það að verkum að hesturinn á þá erfitt með að fara niður með höfuðið niður fyrir þann höfuðburð sem hann vill byggja hestinn upp í. Þá er bara nóg eftir þetta tvennt að nota bara svona hliðarteygjur, og hliðarteygjan hún er fest hér í neðri eða efri lykkjuna þessa og út í mélinn. Og kosturinn við þessa gjörð er sá að maður getur notað þetta bæði eitt og sér fyrir framan hnakkinn þegar maður er með hestinn í þjálfun og reið með hnakk, og svo er hægt að nota gjörðina bara hreinlega þegar maður er að teyma hest, og þá er hesturinn alltaf í vinnu, það sem maður hefur oft vantað upp á með hjálpagerðir, að menn er að láta hestana standa út í gerði með gjörðina innstillta í höfuðburði, að þetta ber aldrei árangur nema hesturinn sé að vinna leið og hann er að vinna í því ferli sem maður er að vinna með hann í, ekki láta hann standa, heldur að hann sé að vinna. Og þá er hægt að breyta hesti ótrúlega vel og fljótt á stuttum tíma til hins betra.
answers. And I sat down, Lord, Þegar hér var komið við sögu, þá var Sigurbjörn Bárðarson og Hafliði Halldórs jafnir að stigum og það var settur á bráðabanni. Sjáum hvernig það fór. Just now left, and I say, oh yeah. She said, sure enough, dear. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Þessari sumargleði fjallasport Bílheima og Ingvars Helgasonar eru Hafliði Halldórsson og Valiant frá Heggstöðum. Við höfum ekki gefa þessum hestum öllum gott klapp og ekki því sigurvegaranum, Sigurbjörni Bárðarsyni með 12 mínútur. Spurning hvað eru klárið að halda hérna á þessu? Jú, við erum að halda þessu svona. Já. Þennan hérna. Takk og svo held ég lyfti ég þessu. Þetta er glæsilegur bygg. Jú, þetta er glæsilegur. Ég skal lyfta hún halda bara á hún. Já. Þetta er glæsilegur. Glæsilegur byggar hjá okkur maður. Hvað er það? Fjallasportið, það er fjallasport þjónar Ingvar Helgasyni og Bílheim. Við breytum bílum fyrir þá. Og þess vegna fórum við saman í þessa sýningu, svona sumargleði. Og tengi ekki svo aftur fyrir hestamennskunni en náttúrulega reiðhöllin og okkar viðskiptin eru mikið hestamenn. Við ætlum að vera með atriði hérna keyra yfir bíla. Við ætlum að keyra yfir bíla hérna á eftir og við ætlum að keyra yfir bíla alla helgina. Þetta er vígalegt atriði. Og við gætum við að byrjum að færa ykkur aðeins lengra frá. Það geta rúðubrotna og eitthvað gert. Þessi ungi maður er kallið Maggi Sjó, mikið sjóusti. Sjá hvað hann gengur í þessu. Hérna í Kjarku Eiðisstaðabæ, þetta er snillingur. Þetta er hérna, já, hann er sjálfum sér flugvakur og hann er ég ríð honum núna sem bara björnflugshesti. Og einstakur töltarinn náttúrulega. Og þetta er svona... Svakalega yfirferð hann. Já, þetta er svona, það gerast ekki mikið rýmri en þessi. Og hann er svo mjúkur líka, það er svona, og svo auðvelt með allt saman. Já, fallegur, rosalega fallegur. Þetta er skemmtilegur karakter. Þið sjáum hann á flegiferð á myndbandinu. Já. Og þá talar hann sínum orðum sjálfur. Það er rétt. Það er alveg ótt að segja það. Já, þetta er ofsalega rúmur og skemmtilegur gæðingur. Og hann líka sem kannski eftir að prófa hann og allt sést á hann eftir, þannig að... Já. Hvað hann er... Það er náttúrulega málið. Þetta er hestur vikunnar að sjálfsögðu. Og ef við ekki taka hann bara fram. Tökum hann fram hérna. Sýna fólkina. Þetta er hérna... Gerist ekki mikið fallegri? Nei, hann er ofsalega svona mjúkur og skemmtilegur, þannig að... Hvað, læturðu bóttiljósin á hann eða? Það er svo rosalega mjúkur og glasandi. Það er bara stjarna kringum hann hérna og hérna svo hann líka einstaklega góðu standi. Já. Og annað að hérna... Þetta er ofsalega svona meðfærilegur og skemmtilegur flár. Já. Og taktu eftir líka hvernig taumléttur og næmur eftir þegar þú sést á hann. Já. Þetta er svona með vilja og annað, sko. Þannig að hann er ekkert að rjúka mann út í móa? Nei, hann kann það ekki. Ef við ekki bara leggja á hann? Er þessi ekki undan hverjum er, Kjarkur? Hann er undan Odri, Sökulki, þeim fræga stóðhesti sem fór til Þýskalands í vetur. Og Hrefnu frá Mýrinesi, sem svo hrissaði undan skó á flæti.
Þannig að það stendur rosalega vel að þessum hesti. Já. Þessi er náttúrulega með kúluna sína þetta. Já, það fara ekkert. Nei. Þannig að það fyrir 5 metra yfir 8,70 eitthvað hæfi líka. Já. 5 metra gamall. Þannig að maður hefur ekki fór dóm síðan, þannig að það Á hann mörg afkvæmi þessi? Já, það er til töluvert. Og það er komið upp núna næsta ári mjög stór hópur. Þannig að það verður gaman að sjá hvað kemur. Átt þú eitthvað sjálfur? Ég á ekkert, nei, því miður. Verður ekki eignast eitt? Ég bara verði eignast eitt, sko. Herðu, þetta er frábært. Ég þakka fyrir mig. Sömuleiðis, gaman að sjá Og okkur. við sjáumst í kaffið á honum. Sjáumst hressir kaffið á honum. Það er nú stutt í næstu. Já. Herðu, það bara hérna biðum við að heilsa og við viðtalum í dag. Og ég ætla að fara á hann heim. Hann heldur í sem verður fyrir hesthús. Ég ætla bara að rúla honum inn í bílskur takk og fara að bóna.